Hæ, ég heiti Nanna og ég er náms- og starfsráðgjafi við Menntaskólann á Egilsstöðum. Þessi örfyrirlestur fjallar tímastjórnun í námi, svona hvernig við getum látið tímann vinna með okkur en ekki á móti. En já, byrjum aðeins hér. Árangur í námi. Eru einhverjar gullna reglur í námi? Er einhverjir þættir sem að skilja góða námsmenn innan gæsalappa frá slakari? Sumir myndu nú kannski segja greind, en það er sko alls ekki svo einfalt. Skulum að sjá. Hérna á skjánum er listi yfir þætti sem oft eru taldir einkenna góða námsmenn. Endilega taktu þau smá tíma og skoða þessa punkta. Og skoða þau svolítið hvar þú stendur á hverjum og einum og hvort þú getur eitthvað bætt þig. Þannig að ef við tökum þetta aðeins saman, þá má eiginlega segja að undirstaða árangurs hjá nemanda sé að búa yfir góðri sjálfsþekkingu, að nemandinn hafi tileinkað sér gott skipulag og geti nýtt tímann sinn vel, bæði í skólanum og heima og í frístundum. Og í því felst svolítið að þekkja hvaða aðferðir skila mestum árangri og það getur bara verið óbúslega einstaklingsbundið. Það er mjög misjafnt hvað hentar hverjum og einum. Og svo þarf maður svolítið að skoða bara hvað það er sem að hentar og maður þarf að þjálfa sig í árangursríkum vinnubröðum. Við tökum ekkert bara ákvörðun í dag að byrja og við verðum ekkert sjálfkrafa flink. Við þurfum svolítið að æfa okkur. Og stór partur af því að temja sér árangursrík vinnubröð er að læra bara lestrar og glósutækni. Annar punktur er líka bara að sinna heimanáminu, markvisst, tileinka sér góða próftökutækni. Það er svolítið kúnst stundum að kunna taka próf og sérstaklega fyrir þá sem að kannski þjást af prófkvíða, að læra að tækla það. Og svo það sem að skiptir bara mestu máli er andlegt og líkamlegt heilbrigði. Það með sér holla lifnaðarhætti og passa upp á sjálfan sig á allan hátt. Þetta er eiginlega mikilvægasti punkturinn hér. Heilsan, líkamlega og andlega. Hún ætti alltaf að vera í fyrsta sæti. Því ef við hugum ekki að henni, þá verður öll okkar færni í tímastjórnun lítils virði. Ef við erum ekki vel í stakk búin til að takast á við daginn. En nú skulum við svolítið fara að skoða þessa þætti. Og við ætlum að byrja á markmiðssetningu. Og ég veit að þið hafið örugglega öll heyrt minnst á markmiðsetningu og mörg kannski orðin svolítið leið á því og finnst það jafnvel ekki virka. En það er bara eiginlega ekki hægt að tala tímastjórnun án þess að tala markmið. Og af hverju? Jú, svo að við gerum okkur betur grein fyrir því hvernig væri best fyrir okkur að stjórna tímanum okkar. Kjarninn í tímastjórnun er að forgangsraða verkefnum og forgangsröðunin okkar hlýtur að þurfa að taka mið af þeim markmiðum sem að hvert og eitt okkar setur. En hvað eru þá markmið? Markmið er sem sagt einhver áfangi eða einhver árangur sem að þú ætlaðir að ná að einhverjum ákveðum tíma liðnum. Ef við viljum ná árangri þá er bara eiginlega nauðsynlegt að setja okkur einhvers konar markmið. Þau virka bara hvetjandi á þann sem setur þau. Þau endurspegla gildismat og áherslur okkar og lýsa þeirri framtíð sem að við viljum eiga. Og þannig verða þau svolítið drifkraftur og mælistika okkar daglega lífs. Með markmiðin okkar að leiðarljósi spurjum við okkur þá hvort að verkefni dagsins sem við erum að vinna í sé í raun að færa okkur nær markmiðinu. Þannig að gefðu þér endilega góðan tíma í að skrifa niður markmiðin, spurðu þið að því hverjar þarfirnar þínar eru, óskir, áhugamál, forgangsverkefni, hverjir styrkleikarnir þínir eru, hvaða veikleika þú hefur og reyndu svolítið að meta stöðuna þína. Veltu því fyrir þér hvaða veikleikar eða þættir, hvort þeir eru innra með þér eða utanaðkomandi, gætu aftra þér í að ná markmiðinu þínu og veltu því síðan fyrir þér hvernig þú getur komið í veg fyrir það. Við getum sett okkur skammtíma eða langtíma markmið.
Langtíma markmið eru svona þessi stóru markmið sem við setjum okkur. Sem að gæti til dæmis verið, ég ætla að útskrifast vorið 2022. Og skammtíma markmið eru sem sagt þessi minni markmið sem við setjum okkur í átt að langtíma markmiðin okkar. Og dæmi það gæti til dæmis bara verið, ég ætla að klára 30 einingar þessa önn. Hver eru markmiðin þín? Hvar vilt þú vera eftir 5 ár eða 10 ár? Hvað viltu vera að gera? Hvar viltu búa? Við hvað viltu vinna? Hvað viltu vera búin að læra? Einhverja óskir varðandi heilsu eða samskipti við fjölskyldu eða nánustu vini, fjárhag, áhugamál, félagslíf og svo mætti lengi telja. Hver eru þín markmið til dæmis með náminu í ME? Gefðu þér góðan tíma í að skrifa niður markmiðin. Það er mjög gagnlegt að hafa smart markmiðasetningu í huga alltaf þegar við erum að setja okkur markmið og skrifa niður. Og það í rauninni þýðir að öll markmið sem við setjum okkur ættu að vera skýr, þurfa að vera læsileg og skiljanleg. Þegar við erum að móta og skrifa niður markmiðin okkar, þá getur verið gott að hafa alls konar spurningafornöfn í huga eins og hver, hvað, eins og hvað ætla ég mér að gera, þú veist, hvenær, hvar, hvers vegna, hvernig ætla ég að fara að því. Svo þurfum við sérst að passa að markmiðin okkar séu mælanleg. Við þurfum að vita hvort og hvenær við höfum náð þeim. Þá getur til dæmis verið gott að hafa í huga alls konar mælieiningar, hvort sem er að ræða blaðsíðufjölda eða verkefnafjölda eða vikufjölda, mánaðafjölda, jafnvel kíló eða sentimetra eða eitthvað slíkt. Markmiðin okkar þurfa líka að vera alvöru og aðlaðandi. Við verðum að hafa áhuga á því að ná þeim. Þau þurfa að vera okkur mikilvæg og bara í takt við lífið okkar og gildin okkar. Þau þurfa líka að vera raunhæf. Þau þurfa að vera hæfilega auðveld og erfið, þið vitið. Það á ekki að taka okkur of langan tíma að ná þeim. Og til þess að geta sett okkur raunhæf markmið, þarf sjálfsþekkingin okkar að vera mjög góð líka. Að lokum þurfa svo markmiðin okkar að vera tímasett, sem að þýðir að við þurfum að setja einhvern loka tíma á þau. Það er bara hvetjandi að ákveða hvenær við ætlum að vera búin að ná markmiðinum okkar. Og það er sem sagt fjöldi rannsókna sem að hafa sýnt fram á að einstaklingar sem að setja sér raunhæf og sýnileg markmið nái frekar árangri en aðrir. Og aðeins meira kannski að markmiðin okkar þurfa að vera sýnileg. Það skiptir miklu máli að skrifa hlutina niður. Það eru margir sem segja að óskrifuð markmið eru bara óskir eða draumar. Þannig að draumarnir okkar rætist, þá þurfum við svolítið að yfirfæra þau í markmið og vinna markvist að þeim. Þannig að ég hvet ykkur til að fara af stað í sjálfskoðun og skrifa markmiðin eitthvað niður. En ef við setjum nú kannski aðeins þessar markmiðapælingar til hliðar og tökum aðeins upp þetta hugtak hérna námstækni. Þið heyrið örugglega oft þetta orð námstækni. En hvað þýðir það? Í því felst sem sagt bara að vinna skipulega með því að ákveða hvað maður ætlar að læra, hvenær maður ætlar að læra og hvernig maður ætlar að læra og bara víkja ekki frá þeirri ákvörðun. Og þetta hvað maður ætlar að læra og hvenær vísar í rauninni beint í hugtakið tímastjórnun. Þetta hvernig við ætlum að fara að því, það snýr svo kannski aðeins meira að lestrar og glósutækni og minnistækni og þessum námsaðferðum. En það sem við ætlum að taka fyrir núna er
tímastjórnunin. Þetta hvað maður ætlar að gera og hvenær maður ætlar að gera það. Og eins og ég kom inn á áðan að þá snýst tímastjórnun sem sé það að láta tíman vinna með sér en ekki á móti sér. Tímastjórnun snýst að vinna skipulega og hún snýst að taka ákvarðanir. Hún snýst að gera raunhæfar áætlanir og standa við þær. Þannig að tímastjórnun í rauninni sjálfstjórn og það að taka ábyrgð á sjálfan sér. En tíminn, hann svolítið merkilegt fyrirbæri og dýrmæt auðlind. Við eigum nefnilega öll jafn mikið á honum. 24 klukkustundir á dag, 168 klukkustundir í hverju viku og svo framvegis. Það svolítið misjafnt svona hvernig við upplifum tíman. Stundum virkar hann sem drifkraftur á okkur. En stundum upplifum maður mikla streitu einhvern veginn þegar okkur finnst tíminn vera takmarkaður. Og þess vegna skiptir ótrúlega miklu máli að temja sér góða tímastjórnun. Það að vera námsmaður krefst skipulags. Þannig að það mikilvægt að skipuleggja tíman vel því að við gegnum öll mörgum hlutverkum. Þið ekki bara námsmenn, heldur líka synir eða dætur, vinir og það mikilvægt að koma þessu fyrir líka inn í áætlanirnar okkar. Og það mikilvægt að þessar tímaáætlanir séu raunhæfar og maður sé svolítið flinkur í að forgangsraða. Passa upp á að þið séu að vinna í mikilvægastu verkefnunum hverju sinni. Það ekki nóg að gera bara einhverja to-do-lista og svo gerist ekki neitt. Það þið sem að setja í bílstjórasettinu og ábyrgðin ykkar, þið stjórnið. Og hvað getið þið þá gert til þess að byrja að temja ykkur góða tímastjórnun? Þið getið lært aðferðir til þess að gera meira á skemmri tíma og auka þannig afköstin ykkar. Til dæmis bara eins og að setja upp nokkurs konar to-do-lista og forgangsraða verkefnunum á þeim, merkja 1 við það sem mikilvægast fyrir ykkur að byrja á, 2 fyrir verkefni sem kannski lengra í og eru kannski minni í sniðum og 3 fyrir verkefni sem bíða lengur. Það sem þið getur gert til dæmis líka að setja ykkur markmið, hafa þið skýr og raunsæ og byrja að vinna í átt að þeim. Eins og ég sagði áðan, forgangsraða verkefnum, það bara ótrúlega mikilvægt til þess að passa upp á að meirihluti tímans fari í að vinna mikilvægastu verkefnin. Þú sért til dæmis ekki að vinna eitthvað verkefni í dag sem þú átt að skila eftir 3 vikur sem að gildir 10% á meðan þú átt að skila 50% verkefni á morgun og þú ert kannski hálfnaður með það. Þetta svolítið forgangsröðun. Tímastjórnun felst sem sé bara í að skipuleggja tímann sinn og að þekkja birtingamyndir frestunar. Og það getur verið rosa misjafnt hverjar þær eru hjá fólki. Þarna inni geti kannski spilað að læra að segja nei. Það ótrúlega mikilvægt. Að þekkja tímaþjófa, vera meðvitaður þá. Eins og til dæmis síminn, sjónvarpið, eitthvað slíkt, samfélagsmiðlar. Fyrir marga til dæmis mjög hættulegt að vera með allt og marga flipa að opna á bara ásögnum þegar maður að vinna í einhverju verkefni. Af því að þá svo auðvelt að detta í eitthvað annað en verkefnið. Það líka mjög mikilvægt að passa sig að vera ekki alltaf mikið í því að multitaska. Svo líka bara ótrúlega mikilvægt að huga heilsunni og fyrir ótrúlega marga virka svona hvatningar á umbunarkerfi mjög vel. Það sem að maður til dæmis ákveður að eftir 10 blaðsíður í þessum kafla þá ætla ég að leyfa mér að fara út að hlaupa eða horfa á einn þátt eða eitthvað slíkt. En sem sé, góð tímastjórnun í námi
snýst ekkit endilega að maður þurfa að hætta öllu nema bara að borða, sofa, mæti í skólan og læra heima. Það líka bara mikilvægt að gefa fjölskyldunni og félögunum, íþróttunum, samskipta síðunum á netinu, tölvupósti, sjónvarpi og öllu öðru sem að gefi lífinu lit og nærir okkur tíma líka. Þannig að tímastjórnin snýst bara þá skipulag og forgangsröðun. Geta skipulagt og nýtt tíman vel til að ná okkar markmiðum, hvort sem þau eru í námi eða starfi eða einkalífi, og að skapa leið stundir bara til að njóta lífsins. Og þegar þið eruð að skipuleggja námið ykkar, í hvaða verkefnum þið eruð að vinna og hvar og allt þetta, að þá gott að velta svolítið fyrir sér. Hvar það sem að ég vinn best? Í hvaða verkefnatímastofu eða það heima og hvernig þið vinnir best og hvenær þið vinnir best. Þessi þættir eru bara mjög einstaklingsbundnir og svolítið aðstæðubundnir líka. Og það mikilvægt að þið séu svolítið meðvitið það hvar þið náið góðri einbeitingu, hvenær tíma dagsins og í hvaða aðstæðum. Það til dæmis mjög algengt að nemendur byrji snemma, allavega í ME, að mynda sér skoðun á því í hvaða verkefnatímastöðum þeim finnst best að vera. Sum finnst kannski gott að vera í einni verkefnatímastofu eða einhverju ákveðni verkefnatímastofu þegar þeir eru að lesa. Öðru finnst gott að vera í einhverju annarri stofu þegar þeir eru til dæmis að vinna verkefni. Jafnvel annarri stofu þegar þeir eru að vinna hópverkefni. Þannig að það svolítið nauðsynlegt að velta þessu svolítið fyrir sér. Svo eru kannski bara önnur verkefni sem að bara ykkur finnst kannski nauðsynlegt að vinna heima eða jafnvel vinna kannski á kvöldin. Þetta bara ótrúlega persónubundið. Þannig að mikilvægt að spá í þessu. Það hægt að nýta ýmislegt við tímastjórnun. Ekkert eitt réttar en annað. Ef þú ert algjörlega að taka inn fyrstu skref, þá geti verið góður byrjunarpunktur bara að velta því fyrir þér. Hvort þú myndir vilja nota dagbók eða áætlanir á pappír eða hvort þú myndir vilja nýta tölvuna þína eða jafnvel síma þinn. Svo líka til fullt af forritum sem að bæði hægt að opna í síma og tölvu. Mæla ekkert sérstaklega með þessari hönd þarna á skjánum, sko. En eins og ég segi, allt persónubundið og það bara að prófa sig áfram. Hérna sjáðu þið til dæmis nokkur dæmi aðferðir tímastjórnunar. Annarkvort eitthvað sem áþreifilegt eða á pappír. Það geta verið skóladagbækur, þessar hefðbundnu, eða jafnvel einhvers konar dagbækur. Það til mjög margar gerðir af dagbókum. Vikuáætlanir, mánaðaráætlanir, kanbanlista eða blöð, svona dálkalista sem ég kannski sýni ykkur aðeins betur á eftir. Svo líka hægt að nota tölvuna. Fyrir þá sem eru kannski að stiga sinn fyrstu skref getur nú bara verið sniðugt að opna sticky notes. Prófa að setja upp svoleiðis miða beint á desktopi hjá sér. Það sem svo frábært við sticky notes að þú þarft ekki að opna þetta. Þetta bara alltaf fast á desktopinu þínu, þannig að þetta minnir sjálft á sig. Það bestu skipulagstólin, eitthvað sem maður stöðugt að minna á sig. Svo náttúrulega síminn sem klassískur, af því það nú eitthvað sem maður alltaf með í vasanum. Það til ógrynni af alls konar öppum sem gæti verið sniðugt að skoða. Eitt sem til dæmis ekki þarna á listanum Trello, sem er mjög vinsælt app og það í rauninni byggir líka á þessu Kanban dálkakerfi. Ég kem til með að sýna ykkur það aðeins betur á eftir. Mér langar til að byrja á því að fjalla aðeins þessar hefðbundnu viku eða tímaáætlanir. Það sem að þær eru bara mjög mikilvægar þáttur í tímastjórnun, hvort sem þær eru útbúnar á pappír eða í síma eða tölvu. Til að svona tímaáætlanir sem að þið kannski þekki líka undir nafninu stundatöflur eða eitthvað slíkt. Og til að þær sem séu raunhæfar og manni verði actually eitthvað úr verki,
skipuleggja ekki bara heldur líka framkvæmi, þá getur verið gott fyrir marga að byrja kannski á dagbókarskráningu. Það er að segja skrá, kannski taka 3 daga og skrá í hvað tímanum var actually varið. Stundum eyðum við nefnilega tímanum í allt aðra hluti en við gerum okkur grein fyrir. Stundum sjáum við þá líka að tímaþjófarnir sem við tökum ekkert endilega eftir er að trufla. Flestir til dæmis nemendur hérna í ME eru fá 2 til 3 verkefnatíma á dag og það eru tæpir 3 klukkutímar sem að hver og einn nemandi ætti að hafa til þess að sinna heimanáminu sínu. Og svo er bara svolítið áhugavert að velta fyrir sér, þú veist, hversu stór tími, eða hversu mikill tími af þessum 3 klukkutímum fer actually í að vinna heimanámið. Þú veist, ertu kannski svolítið að detta í að skoða samfélagsmiðla eða spila tölvuleiki? Þú veist, hverjar eru birtingamyndir fröstunar hjá þér? Ef að maður fylgist svolítið vel með þessu í 2-3 daga, þá sér maður svolítið skýrt í hvað maður eyðir tímanum sínum. En allavega, þegar maður byrjar á að útbúa svona tímaáætlanir, þá er gott að vera með kannski viku fyrir fram að sig og maður byrjar á því að setja inn bara alla fasta punkta vikunar. Það getur þá verið bara bundnu tímarnir sem þið eruð í, skráið þá inn á tímaáætlunin ykkar, verkefnatímana líka, ef þið eru að fara í líkamsrækt eða ef þið eru að sinna einhverjum áhugamál, eru kannski tónlistanámi eða eru að þjálfa eitthvað eftir skóla, byrjið á að setja þetta inn. Síðan í rauninni inn á þessa tímaáætlun, þar raðið þið inn heimavinnun ykkar og verkefnaskilum. Þannig að í hverjum og einum verkefnatíma raðið þið inn í hvaða verkefnum þið ætlið að vera að vinna í. Þá er líka ágætt að spyrja sig, þú veist, hvað skiptir mestu máli að ég sé að vinna í þessari viku? Hvaða verkefnum á að skila? Hversu mörg prósent gilda þessi verkefni og hvað er mikilvægast fyrir mig að byrja á? Það eru þá verkefnin sem að eiga að vera í forgangi. Og ef að tíminn er ekki nógur, að þá í rauninni þurfum við að passa ykkur að vera að fresta þeim verkefnum sem að skipta minna máli. Ok, þumalputtaregla, það má sem sagt gera ráð fyrir að nemandi í fullu námi þurfa að verja cirka 40-50 klukkustundum á viku í námið, bæði sem sé skólasóknin og heimavinnan. Og ef að nemendur eru duglegir að vinna í verkefnatímum, að þá er það náttúrulega pluss, en sem sé 40-50 klukkustundir á viku. Þetta getur verið svolítið breytilegt eftir álagi í náminu. Þannig að þeir nemendur sem eru líka stunda einhverjar íþróttir eða eru í tónlistanámi eða sinna einhverjum öðrum áhugamálum eftir skóla, jafnvel líka að vinna eitthvað hlutastarf, svo þarf maður kannski að sinna einhverjum heimilistörfum og svona, þeir þurfa bara að vera mjög vel skipulagðir, svo allt gangi upp. Fyrir utan það við þurfum náttúrulega öll líka bara tíma fyrir okkur sjálf. Og þess vegna getur verið mjög gagnlegt að gera þessar tímaáætlanir. Fyrir mjög marga eiginlega bara nauðsynlegt, sér í lagi þegar námið fer kannski að þyngjast líka. Og inn í svona tímaáætlunum er líka bara virkilega skynsamlegt að hafa alltaf eitthvað af sveigjanlegum tíma í skipulaginu sem svo ræðst kannski svolítið eftir því hvernig tókst til í vikunni. Því að það er nú bara þannig að það getur alltaf eitthvað komið upp á og þá er gott að hafa svolítið svona auka tíma. Til dæmis sett inn í tímaáætlun hjá ykkur að síðasti tíminn, verkefnatíminn á föstudögum ætti að vera óplanaður. Þannig að þið getið þá unnið þau verkefni sem ykkur ekki tókst að vinna í vikunni. Og ef áætlunin gengur upp og markmiði vikunar er svo náð, er náttúrulega nauðsynlegt að umbuna sér. Gæti verið sniðugt að setja upp einhvers konar umbunakerfi, en það er allavega nauðsynlegt að nýta einhvers konar umbun sem skemmtilega gulrót. Það er bara svona hvatning. Og ef að það tókst ekki vel til í vikunni, þá þarf maður kannski að nýta
þann tíma sem maður hafði skipulagt í að gera eitthvað skemmtilegt, í að vinna upp það sem það eigið eftir. En ok, á næstu glæðurum langaði mig bara svona aðeins að sýna ykkur hvernig svona vikuáætlanir skipulag gæti litið út. Hún gæti í sinni einföldustu mynd litið einhvern veginn svona út. Náttúrulega tóm þessi, en þarna væri hægt að fylla inn í cirka á klukkutíma fresti það sem maður planað að gera og fylla inn sem sagt þau verkefni sem maður ætlar að vera að vinna að. Hún gæti líka litið út einhvern veginn svona ef maður vill nota símann sinn og kalender þar. Eða jafnvel svona, ef maður vill temja sér að nýta Outlook. Og þið til dæmis sem eru hérna í ME, þið eigið öll að vera með ME-netfang, NME-netfang, sem að sem sagt Outlook netfang. Þannig að þið eigið að hafa aðgang að þessu tímastjórnunartæki. Svo gæti tímaáætlun litið einhvern veginn svona út. Þetta er svona klassísk vikudagbók. En það eru til í mörgum gerðum eins og ég sagði áðan. Hún gæti líka litið einhvern veginn svona út. Þetta er sem sagt app sem að heitir My Homework. Hérna er dæmi svona to-do-lista app. Það er sem sagt að láta það minna sig á verkefnaskil og annað slíkt. Ekki kannski þessi hefðbundna tímaáætlun, en frábært tæki hins vegar til að halda utan verkefnaskil. Af því að annar mikilvægur þáttur í þessu öllu, í tímastjórnun, er að passa upp á verkefnaskil. Og skila verkefnum á réttum tíma og halda utan það allt saman. Og hérna erum við svolítið komin að Kanban, því sem ég var svolítið að tala þarna áðan. Þrátt fyrir að auðvitað séu verkefnin ykkar sett inn á tímaáætlanirnar ykkar, þá getur verið rosa gott að halda líka utan verkefnaskil á einhverjum öðrum stað. Sumir nú kannski nota bara að fylgjast með á kennsluvefnum. En það er hins vegar þannig að stundum eru lögð fyrir einhver verkefni sem ekkert endilega þar. Þannig að þá getur verið rosa gott að halda utan allt á einhverjum einum stað. Sko, Kanban er ótrúlega gott kerfi, sérstaklega bara fyrir það sem að vilja svolítið svona sjónrænt skipulag og jafnvel áþreifanlegt. Það er líka hægt að gera þetta bara handbúa þetta til með til dæmis post-it miðum og hafa upp á vegg hjá sér. Svo náttúrulega líka hægt að hafa þetta í tölvunni eða símanum. Þetta er svona myndrætt to-do-listi. Kanban leggur sem sé áherslu á að klára verkefni áður en maður setur ný af stað. Og þetta hérna á skjánum er svona svolítið einföld útgáfa af þessu. Við erum sérst með 3 dálka, fyrirliggjandi verkefni, fyrsti dálkurinn, verkefni í vinnslu sem er dálkurinn í miðunni og svo er dálkur hérna lengra til hægri sem heitir verkefni lokið. Þannig að það væri til dæmis hægt hérna að setja upp öll verkefni spannarinnar eftir að við höfum kannski kíkt í gegnum kennsluáætlunin okkar í to-do-dálkinn sem sagt, í hérna fyrsta dálkinn af þessum 3 strax í upphafi spannar. Og það er gott að vera búin að ákveða fyrirfram að maður er alltaf kannski bara með 3 verkefni í doing-dálkinum í einu og til þess að setja nýtt verkefni af stað þá þarf maður að klára eitthvað af þessum 3. Sumir setja sér markmið að vera með ekki fleiri en 6 verkefni í gangi í einu. Svolítið bara persónubundi hvað hentar hverjum á einum. Þannig að leið og maður hefur þá klárað eitthvað verkefni þá setur maður þau í done-dálkinn eða sem sé kláruð verkefnum lokið. Það getur verið mjög valdablandi að færa verkefni yfir í þennan dálk og sjá hann svo fyllast. Þetta er svolítið svona eins og að marka check við verkefni að krassa yfir þau þegar þeim er lokið. Og þetta kerfi er mjög mikið bara nýtt í verkefnastjórnun í
stórum fyrirtækjum. En vel yfirfæranlegt yfir á okkar bara daglega líf sem námsmenn líka. Hérna til dæmis smá myndaði hvernig ég nýtti þetta á sínum tíma. Þá var ég með svona spjald upp á vegg hjá mér og notaði post-it miða. Og ég var með 3 litaða post-it miða eftir hérna svona flokkum hjá mér. Og þarna gæti þið til dæmis nýtt 3 mismunandi liti eftir áföngum hjá ykkur, hverja spönn. En eins og ég segi, það þarf ekki endilega að vera svona upp á vegg. Þið geti bara nýtt til dæmis Trello appið og búið til svona lista hjá ykkur. Ok, ef að þið eru típurnar sem alltaf að renna rassinn með áætlanagerðir, alltaf að plana en einhvern veginn lítið gerist, þá getur bara vel verið að þið séu kannski búin að taka ykkur of mikið fyrir hendur eða þið þurfum bara að fara í smá sjálfskoðun. Og hvað með sjálfsagan líka? Hvað fer tíminn ykkar raunverulega í? Eru þið kannski að fresta? Það er allavega ljóst að það er að breyta einhverju. Og hér eru nú kannski bara svolítið komin að frestun og frestunar áráttu. Ég hugsa að það séu kannski margir sem að tengja við það. En ok, að máli máluna. Það er stundum svolítið auðvelt að plana og skipuleggja og búa til to-do-lista. En það getur verið svolítið flókið að byrja á verkefnum og oft drullu erfitt einhvern veginn að koma sér í gírinn. Og þetta hugtak frestunar áráttu er kannski eitthvað sem að margir tengja svolítið við. En hvað er það? Hvað er frestunar áráttu? Jú, það er í raun bara þegar óttinn svona við að framkvæma eitthvað verkefni eða byrja á einhverju verkefni tekur frá okkur meiri orku og tíma heldur en framkvæmdin sjálf. Það er að segja að bara vinna verkefnið. Þannig að þeir sem eru að fresta hlutum gera það oftast vegna þess að annarkvort eru eða virðast verkefnin bara yfirþyrmandi. Þau eru til dæmis stór eða flókin og erfið að ráða við og ljúka. Svo reyndar gæti líka alveg verið að við séum að fresta verkefnum vegna þess að okkur finnst þau bara óáhugaverð og leiðinleg. Og þá snýst þetta kannski ennþá meira bara að setja sér markmið og reyna að sjá tilganginn með því að vinna þessi verkefni. Vegna þess að þau færa okkur nær markmiðun okkar og það eitt og sér, ætti að vera nóg til þess að ýta okkur af stað. En svona, já, frestunar það getur birst á ýmsan máta. Við til dæmis segjum já við einhverju sem við höfum ekki átt að segja já við. Bara því það í rauninni tekur okkur í burtu frá verkefninu sem við eigum kannski að vera að sinna. Við kannski búum okkur til einhverjar afsakanir, við getum ekki byrjað þessu verkefni núna, okkur vantar þessar upplýsingar, eða það er eiginlega betra að ég byrja á þessu verkefni á morgun, ég er ekki alveg nógu vel upplögð núna, eitthvað slíkt. Þannig að það eru ýmsar birtingamyndir á frestunaráráttunni. Þessi ótti sem ég nefndi áðan í tengslu við frestunararáttuna getur verið tilkomin af ýmsum ástæðum. Getur verið ótti við ófullkomnun eða ótti við gagnrýni, hvað öðrum finnst, ótti við að gera mistök, ótti við verklok eða ótti við að taka rákar ákvarðanir. Þannig að frestunaráráttan á sér í rauninni alltaf rætur einhvers staðar og við þurfum svolítið að ráðast á þessar rætur líka. En það er allavega þannig að yfirleitt þá eru engar góðar ástæður fyrir því að fresta. Að hætta að fresta og jafnvel sigrast á frestunaráráttu, það tekur tíma. Það er svolítið vinna en þið getið komið ykkur vel á stað með því að setja ykkur markmið í námi, koma ykkur upp góðu skipulagi og svo er það sjálfsaginn sem að kemur ykkur ennþá lengra. Stundum er þó mikilvægt fyrir nemendur sem að glíma við mikla frestunaráráttu að fá ráðgjöf og stuðning
í tengslu við kvíða því að þetta tvennt tengist stundum. En ef svo þá eru þið að sjálfsögðu eins og alltaf velkomin að kíkja til okkar í nemendaþjónustunni. En ef ég tek hérna aðeins saman leiðir bara til að draga úr frestunaráratu, þá fyrst að nefna bara gott skipulag og tímastjórnun, setja sér markmið. Allt þetta svona sem ég er búin að vera að tala hérna áðan. Oft getur verið bara nauðsynlegt að brjóta niður stærri verkefni í nokkur smærri, forgangsraða eftir mikilvægi og vægi verkefna. Þegar þú ert að vinna verkefni, þá oft góð leið að koma í veg fyrir að tímaþjófar eigi greiðan aðgang að þér. Reyna þá kannski svolítið að minnka streituvaldandi þætti, til dæmis setja síman á hljóð og titringslausa stillingu, loka óþarfa forritum og flipum í tölvunniðinni, láta viniðina eða fjölskyldu vita á sért að læra og meir ekki við óþarfa truflunum og svo framvegis. Það getur líka bara hjálpað að rammin daginn, halda sér í rútinu, komin reglulegri hreyfingu, passa upp á að borða reglulega, fá nægan svefn. Þegar þú ert svo í þeirri stöðu að ætla eða langa til að fresta verkefni, reyndu þá að hugsa það, hvaða áhrif það hefur á þig og markmiðið þitt eða langtíma markmiðið þitt að fresta þessu verkefni. Það líka afar mikilvægt að reyna að einblína svolítið á líðan, bara hvernig þér líður þegar að þú klárar verkefnið. Það þannig að erfið og jafnvel stundum svolítið leiðileg verkefni eða verk geta verið uppspretta velliðunar þegar maður búinn með þau. En hérna á glærunni líka nokkur app sem þið getur mögulega prófað að kíkja á. Svo langaði mig líka að benda á að ef ykkur langar að fræðast meira frestunaráratu, að þá getið þið nálgast á YouTube link Menntaskólans eða inn á Instagram TV örfyrirlestra sem að byggja á bók Brian Tracy Borðaði froskin eða Eat That Frog, og það að finna 21 lykil til þess að ná stjórn á frestunaráratu. Þannig endilega kíkið á það til að fá nánari og skýrari tips, tæki og tól til að vinna með þetta. Mér langaði líka svolítið til að sýna ykkur þetta skemmtilega hugkort leiðir til að ná einbeitingu og ná að einbeita sér á þessari tækniöld sem við lifum í. Endilega það ekki ykkur tíma til að skoða þetta svolítið. Og svona í lokin þá langar mér bara að undirstrika þetta með sjálfsagan. Hann einn stærsti lykillinn að árangri. Án hans eiginlega bara allar áætlanir marklaus plögg, og við þurfum svo sannarlega á honum að halda þegar við erum að prófa nýja hluti og tilenga okkur eitthvað nýtt, eins og mörg ykkar kannski það að gera með því að koma ykkur upp skipulagi. Það tekur bara alltaf tíma að tilenga sér nýja hluti. Við þurfum að æfa okkur. Það oft talað að það taki 21 dag að tilenga sér eitthvað nýtt, að koma því inn í systemið, ef svo má segja, búa til vana. Hringurinn hér á myndinni, mér finnst hann lýsa þessu ferli ágætlega, og ég hef stundum tekið dæmið bara hvernig við læriðum að hjóla til að útskýra þetta. Þegar við erum til dæmis kringum 1 árs, þá höfum við ekki heyrt eða jafnvel ekki séð neitt hjóla, og við erum ekki búin að átta okkur á því að það sé hægt að prófa það og tilenga sér þá færni. Það að segja, við erum ómeðvituð að það sé til hjól og það sé hægt að hjóla, og við kunnum það ekki, þannig að við erum óhæf líka. Síðan kannski sjáum við einhvern hjóla á götu og þá verðum við meðvituð að það sé greinilega hægt að læra það, en við kunnum það samt ekki, þannig að við erum ennþá óhæf. Síðan kannski fáum við hjól og byrjum að fikra okkur áfram og förum að læra að hjóla, en við erum ennþá rosalega meðvituð það að við erum að hjóla, og verðum að passa okkur rosalega vel svo við dettum ekki á hliðina. Þið vitið, þurfum að hafa rosa mikið fyrir því að halda jafnvægi. Þannig að við
mjög meðvitið að við séum að hjóla en erum samt hæf. Svo þegar við erum búin að vera að hjóla í nokkra mánuði, tala nú ekki kannski ár, og þá erum við bara einhvern veginn farin að gera það án þess að hugsa það. Við erum eiginlega farin að hjóla bara hálfpartinn á meðvitað, setjast bara upp á hjólið og förum þangað sem við ætlum okkur að fara. Þannig að munið þegar það var flókið að hjóla og þið duttuð af hjólinu og þið stóðu bara upp og hélduð áfram að æfa ykkur. Þetta eiginlega bara svolítið eins með skipulagið. Þannig að þið getið þetta alveg, bara hefðist handa og ekki hika við að senda með póst eða kíkja við eða vilja einhverja aðstoð.